svo vel. Velkomin í Radio Hin Reykjavík. Við ætlum í dag að tala fátækt og hingað eru komnar Ásta Dís Guðjónsdóttir sem skipar 5. sæti lista Sósíalista í Reykjavík og Sanna Magdalena Mörtudóttir sem oddviti flokksins í Reykjavík. Og við ætlum svona að ræða áherslur sósíalista í málefnum fátækra. Og kannski byrjum á þér, Ásta Dís. Hvernig kemur þú inn í þessa umræðu? Ég alin upp af einstæðri móður sem hreyfihömluð eftir slys og það náttúrulega segir sig sjálft að örorkubætur ekki það háar að fólk geti lifað sómasamlegu lífi á þeim, þannig að það var fátækt í mínu uppeldi. Ég að vísu bjó að því að fara í sveit og vera hjá ömmu og afa og þar fékk maður nú alltaf eitthvað að borða, það var alltaf þurrka á borðin, þannig að maður sá allt svo sem ekkert. En það er þessi staða, þessi vonda staða, maður einhvern veginn ekki alveg fullur þáttakandi í samfélaginu. Og ég man alveg eftir að finna það sem barn. Og það er ákveðin höfnun í því. Og það fylgir því mikil vanlíðan. Og fyrst þá er maður í sjálfu sér ekkert að tala mikið þetta, því maður heldur að maður sé svo einn það. En svo þegar maður kynnist fleira fólki í sömu aðstæðum og fer að ræða við það. Og það kemur ljósa við eigum þetta öll sameiginlegt. Og þú náttúrulega hefur nýtt þína reynslu í þínu starfi. Já, ég var tíma einstæð móðir og lenti í miklum erfiðleikum og einangraðist mjög félagslega. Þannig að ég þekki það að vera nánast mannvirk, vera heima og vilja bara vera undir sænginni og meira segja man ég það svo sterkt að tilfinningi var svo þegar ég skreið undir sængina að allt yrði, ég ætlaði að vera þar þangað til allt yrði gott. Þannig að þegar ég kæmi undan sænginu þá átti samfélagið að breyst og allt átti að vera orðið gott. En þetta gerist það ekki þannig. En ég tel mig samt lánsama vegna þess að ég er í alltaf neðri stöðu í dag. Og ég get litið þannig á það að þessi reynsla gefur mér skilning á þessum aðstæðum og hjálpar mér að gefa fólki þessum aðstæðum í dag rödd út í samfélagið. Þannig að ég lít þannig á það að þetta sé mín reynsla sem gefur mér tækifæri til að gera gott. Já. Og Sanna, þú ert náttúrulega ekki ókunnug fátækt heldur. Nei. Ég elst upp hjá einstæðri móður og ég er nýorðin 26 ára og móðir mín vann á leikskóla, hún var svona leiðbeinandi og svo eftir fullan vinnudag þá skúraði hún leikskólann og á tímabili var hún að skúra Kaupþing þegar hún var ekki að skúra leikskólann sjálfan og sama bara hvað hún skúraði að þá dugði peningurinn aldrei fyrir helstu nauðsynjum. Þannig við vorum að upplifa að eiga ekki pening fyrir mat og vorum þá einmitt kannski að fara í mæðrastyrksnefnd og fá matarúthlutun þar og leita klinki, einmitt svona snúa öllum púðum við og leita í kannski úlpuvösum og vonast svona til þess að finna eitthvað klink og hjóla með flöskur og bara einmitt þetta að eiga bara engan pening og við höfum reynslu af því og já, þetta er bara rosalega mikið basl, þetta er rosalega erfitt. En ég held ég hafi rauninni ekki áttað mig á hvað þetta hafi verið alvarlegt fyrr en í rauninni með viðbrögðum annarra. Ég var alltaf með í maganum, mér langaði eitthvað svona að fjalla þetta. Mér langaði að tala fátækt á Íslandi. En ég vissi bara ekki hvernig ég ætti að koma í rauninni frá mér. Og svo einn daginn þá ákvað ég að skrifa bara svona status á Facebook og skýri bara frá minni svona upplifun af þessu öllu saman og með svona smá dass af kaldhæðni sem að mér finnst svona rosa góð leið til að kannski eiga við þetta og reyna að benda á hvað margt er í rauninni fáránlegt í þessu kerfi þegar þú einmitt átt bara ekki eina einustu krónu og svona út frá því að þá fekk það mikið viðbrögð og svona út frá því fór maður að tala á málþingum og kynnast svona grasrótarsamtökum þar sem að fólk hefur upplifað fátækt, hittist og ræði sína upplifun og það voru eiginlega bara svona viðbrögð annarra sem að í rauninni
leiddi til þess að ég áttaði mig á hvað þetta hefði verið rosalega alvarlegt. Þegar að fólk var að bregðast við og jafnvel ókunnir og segja bara hvað þetta er átakanleg saga og þá svona fekk maður pínu svona wake up call, ef maður getur sagt það á góðri íslensku. Þannig að já, það er svona mín innkoma. Já, og þið báðar komið úr grasrótarstarfi og þið hafið báðar verið að starfa með samtökunum PEP Ísland. Og en það er náttúrulega sósíalistaflokkurinn skipaður af svona grasrótaraktivistum að miklu leyti. Getið þið sagt mér aðeins frá því starfi, ástæðu? Frá PEP-starfinu? PEP er grasrótin innan Evrópusamtakana European Anti-Poverty Network sem að starfa í 31 Evrópulandi. Og PEP-ið er sem sagt íslenskt jákvætt orð búið til úr skammstöfunni PEP. People Experiencing Poverty. Og við komum saman, við erum með opna fundi annað hvert þriðjudagskvöld í húsnæði Hjálpræðisins og þar borðum við saman og eigum saman náttúrulega stund og fundum þau málefni sem liggja fyrir hverju sinni. Síðan erum við núna að skora á stjórnmálamenn að stíga á stokk og ræða fátækt. Og það er hluti af evrópsku samstarfi líka, þar sem við kallum Emin Bus Journey. Við höfum kallað það verkefnið Allir borð á íslensku. Og Emin er skammstöfun, enn einn skammstöfunin, þetta er pínu flókið, ég veit það. Það er skammstöfunin European Minimum Income Network Scheme. Og þar erum við að tala viðmið, sem ýmist eru nefnd lágmarksviðmið eða viðunandi framfærsla. Og ég held að það geti verið mjög mikilvægt verkfæri í okkar verkfærakistu að hafa lögfest viðmið sem að er ekki í dag. Sveitarfélögunum í sjálfsagt sett hvaða upphæðir þau eru að nota í sína framfærslu. Það er mjög mismunandi. Já, því miður. Mikill munur á milli sveitarfélaga. Já. Og Reykjavíkurborg hefur staðið sig einna best. Og þannig að við erum að sjálfsögðu fegin því en það er ýmsir vankantar á því og það eru nokkrar fátæktargildrur í kringum einmitt framfærsluna. Það er bara svo ég nefni dæmi, það er til dæmis þegar fólk sem hefur farið í virk og verið í virkri endurhæfingu og fengið endurhæfingarlífeyri, þá er það hjá Tryggingastofnun og Tryggingastofnun borgar fyrirfram þannig að þú færð í upphafi mánaðarins greiðslu fyrir mánuðinn. Og þeir sem að klára sína endurhæfingu og eru ekki konum með vinnu og fara þar alveg ekki beint út á vinnumarkaðinn, að þeir þurfa yfirleitt að leita framfærslustyrks hjá sínu sveitarfélagi. Og þá virkar það þannig að fyrst byrja þær á að taka upphæðina sem fékk síðast og ef hún er há að þá segja þær ok, þú ert ekki rétt á neinu þennan mánuð. Og byrja þær í því. Og síðan fara þær að skoða, ok, þú ert þá kannski rétt á einhverju mánuðinn á eftir en framfærslan er eftirágreidd sem þýðir í rauninni að þú ert allavega 2 mánuði tekjulaus. Og meðan tikka allir reikningar og svona? Ég þekki ekki neitt sem ekki hefur einhverja fjárhagslega skuldbindingar, hvað sem það er húsalega, lán, bíll eða hvað það er. Þannig að leið og fólk eru orðið fullorðið þá hefur það ýmsar skuldbindingar og ábyrgð og það er ekki hægt að ýta á hold eins og á símanum, því miður. En hvernig sjáu þið til dæmis að þið getið komið með ykkar reynslu inn í borgarpólitíkina? Hvar er svona mesta þörfin, til dæmis eins og þú Sanna, þú elst upp sem fátækt barn. Hvað hefði hjálpað þér sem fátæku barni? Það er náttúrulega verið öruggt húsnæði. Að vera á leigumarkaði sem er óstöðugur og það er einmitt leigusamningum getur verið sagt upp frekar fyrirvaralaust og leigan getur hækkað skyndilega. Við vorum til dæmis á biðlista eftir félagslegri íbúð í næstu 3 ár og þegar við fáum félagslega íbúð þá er það bara í allt öðru hverfi sem er mjög langt í burtu og þannig að ég var að taka í rauninni strætó úr Efra Breiðholti niður í Háteigskóla til að klára í rauninni skólaárið af því það er dálítið svona kannski ekki best að hætta í miðju skólaári og byrja í nýjum skóla þá. Og þannig að það er náttúrulega húsnæðismálin og svo náttúrulega bara launamál borgarinnar. Þú veist, móðir mín vann einmitt á leikskóla og var að fá þessi bara skammar laun og þetta er bara
maður er bara orðlaus að þetta í rauninni viðgangist. En annað líka sem ég finnst mjög mikilvægt í þessu, að það er orðræða samfélagsins, orðræðan, hún er einhvern veginn þannig að það sé fátæku fólki að kenna, að það sé á þessum stað sem það er á. Og það sem mér finnst svo æðislegt við Peppi er að þarna er að maður að kynnast fólki sem að þekkir fátækt á einskinni, hefur gengið í gegnum þetta, þannig að loksins getur maður að tala við fólk sem að skilur raunverulega hvað maður er að segja. Og maður hefur mætt svona neikvæða viðmóti bara jafnvel bara frá fólki í kringum mann sem að það meinar vel en það bara virðist ekki alveg vera ná þessu og það held ég að orðræðan einmitt, við þurfum dálítið að vinna gegn þessari neikvæðu orðræðu sem einhvern veginn svona segir að fátækir þurfi bara að vera duglegri og þeir þurfi bara að vinna sig út úr þessu og þeir þurfi bara einhvern veginn að, ég veit ekki, fá sér þriðju vinnuna eða eitthvað því ég bara í alvörunni á mjög erfitt með að skilja hvernig er þetta tala niður til manneski sem er að reyna sitt besta og er jafnvel komin í algjört andlegt þrot og það sé samt einhvern veginn áhersla á að hún eigi bara einhvern veginn að geta staðið sér betur. Þú veist, mér finnst það líka eitt, þessi orðræða. Já. Og eins og til dæmis með eins og þennan leynda kostnað í skólakerfinu. Er eitthvað sem þið hefur velt fyrir ykkur með það eins og fríar skólamáltíðir og fleira? Ég meina, þetta er náttúrulega margt sem þarf að greiða. Við áttum einu svona að gera skólaverkefni og áttum að líma mynd á blað og skrifa eitthvað myndina og það var sem sagt heimaverkefni. Og ég man að ég var rosa stolt af mér fyrir að hafa fundið límband og náða að klippa út mynd og líma myndin á blaðið og ég er mjög mikið nörd og hef bara gaman að skóla og vanda mér rosalega mikið við öll verkefni sem ég geri og svo man ég að ég mæti í skólan daginn eftir og þá er kennarinn að segja að þetta hafi verið dálítið svona ekki nógu vel gert hjá mér og segir eitthvað svona, já þú hefði nú getað nota lím. Og ég hugsaði bara, þú veist, mér minnir að ég hef sagt, það er ekki til lím heima, við eigum ekki lím. Og hún eitthvað, það eiga allir lím. En ég meina staðreyndin er svo að það eiga ekki allir pening til þess að kaupa lím. Þú veist, þeir eru átt engan pening, það átt ekki pening til þess að kaupa lím. Þannig að svona gjaldfrjáls grunnskóli, ég held að það væri eitthvað sem við getum strax sett markmiði á. Því að börn náttúrulega þau ekki að þurfa að finna fyrir fátæktinni í skólanum. Og það er náttúrulega líka, þú veist, með nesti og með íþróttaföt og íþróttaskó, sundföt, þú skoða skólatöskur, þetta fer inn á bara allt. Hvað segir þú Ásta? Hvernig snýr þetta þér? Ég er að velta fyrir mér, börn finna það oft ekki fyrir en bara þau eru komin í skóla, þá byrja þau að meta sig, byrja sjálf sig saman við aðra. Ég meina það sem þú elst uppi, það er þitt norm. Þannig að það er oft staðreynd að krakkar gerir sig kannski ekki fulla grein fyrir því að þeirra fjölskylda býr við fátækt. Fyrir en þau eru komin á þá stað að þau fara að bera sig saman við félagana. Og leið að þau eru komin út í það að þá væri mjög gott að geta gripið inn í strax þar þannig að þau finni ekki, þau upplifi ekki þennan mismun. Af því að þau finna það strax að það er verið að metast innan skólans. Krakkarnir eru, þú veist, að metast hverjir með flottasta dótið og allt þetta. Þannig að ef við getum unnið með þeim strax frá upphafi þarna, að þá held ég að það sé mjög mikilvægt. Já. Svo kannski þessi svona raunverulega gjaldfrjálsi grunnskóli til dæmis. Já, og ég held að við getum litið þannig á það, ef við getum komið með svolítið fjármagn inn strax þar til að takast á við stöðuna, til þess að tryggja að öll börn hafi tækifæri til þess að fara í skólaferðalög, ekki bara þau sem eiga foreldra sem geta greitt fyrir rútuna. Þá held ég að við séum í forvarnarstarfi. Við erum að koma í veg fyrir að þessi börn alist upp við eitthvað sem kemur niður á þeim og þeirra heilsu seinna meir. Svo er þetta líka með tómstundirnar. Nú er Reykjavíkurborg með frístundastyrk, en það eru ekki allir að nýta sér hann endilega. Hver er skýringin á þessu? Getið þið eitthvað aðeins? Það náttúrulega dugar ekki fyrir öllu. Þetta er náttúrulega gott að fá inn einhvern styrk, en ég meina að þetta er bara orðið svo mikill kostnaður í dag og ég held að þetta sé eitthvað 50.000 núna sem að eitt barn fær. Og þetta eru náttúrulega æfingaföt og þetta eru skrásetningargjöld og þetta er alveg rosalega mikil gjöld sem þarf að greiða bara ef þú ert í einhverju frístund og þannig að það dekkar kannski ekki allt og svo kannski eru jafnvel
fyrirtækin að hækka sko gjaldið eftir því sem að styrkurinn kannski hækkar. Nú veit ég ekki með það, það er kannski líka eitthvað sem við þurfum að vera meðvituð Ég held að það sé bara nokkuð algengt að þessum aldrei krakka sé ekki alveg kannski búin að finna sig í hvaða sporti eða hvað það er sem að hentar þeim og það er ekkert alltaf í boði að prófa sem sagt mismunandi íþróttráðan og finna hvað hentar þér og það eru mismunandi búningar og misstýrir þannig að ég held að á þeirri leið að uppgöta það að þá finni krakkar svolítið fyrir þessu og þá fari þau frekar í það að hafna. Þau hafni þá, ok, þetta er ekkert fyrir mig, mamma ég vil þetta ekki. Af því það ef þú getur ekki unnið með því, ef þú getur ekki fengið það sem þú vilt og það er þín saga, þú ert alltaf að reka það á einhverju veggi, þú getur ekki gert það sem langar til, þú getur ekki fengið það sem þú vilt, þér finnst allir aðrir vera að fá það, að þá eiginlega bara lokaru og ferð þínar eigin leiðir. Þú byggir upp mótþróa, ok, ef ég fæ ekki þetta, ætla ég bara aldrei að vilja þetta. Og þá ferðu ykkur allt aðra leið. Og þetta held ég sé tiltölulega algengt meðal barna sem hafa upplifað fátækt. Þannig að, já. Ég var bara svona snemma meðvituð að við hefðum ekki efni á hlutunum og maður var kannski ekkert endilega að svona leyfa sér að vera fúll yfir því, maður var bara meðvitaður, bara svona er staðan. Þannig að svona er þetta bara einhvern veginn og það er náttúrulega slæmt ef að börn eru komin á þann stað og þau séu orðin meðvituð þetta og þau ekki hafa áhyggjur af þessu. Nei, sem er náttúrulega alls ekki boðlegt. En þetta er Radio Hinn Reykjavík, við höfum verið að tala um fátækt og áherslur sósíalista í þeim málefnum. Ásta Dís Guðjónsdóttir og Sanna Magdalena Mörtudóttir, takk kærlega fyrir. Takk.